Allt sem þú veitir athygli vex og dafnar. Komið þið sæl. Þriðja skrefið á þessari vegferð tilgangur. Og ég segi að tilgangurinn sé kjölfesta hamingjunar, forsenda, innblástus og ástríðu, stefni á þessari vegferð lífsins. Og þegar við erum orðin valfær, vöknum til vitundar og erum tilbúin til þess að vera skipstjórar á þessari vegferð okkar sjálfra, að þá liggur það ljóst fyrir að við getum ýmislegt ef við leyfum okkur. Við tölum leyfið aðeins seinna, það að segja í heimildinni sem skrifum í 4, þá það hluti af þessum fyrstu 4 skrefum sem við erum að taka til þess að undirbúa viðhorfsbreytingar og aðra framgöngu. En tilgangurinn í sjálfu sér gríðarlega mikilvægt að skilgreina. Stundum tölum við ásetning, að vita hvað við viljum, af hverju við viljum það. En ég hlæ stundum að því að orðið ásetningur í íslensku, það þýðir að söðla hest en ekki endilega ríða út. Þegar tilgangurinn skýr, þá ferðalagið svo ljóst. Og við erum að nota skýrleika og ljós, það að segja við erum að nota hugtök sem að opinbera þessa vegferð. Og það má líka tala það að stundum erum við að ganga frá okkur, stundum erum við að ganga til okkar, stundum erum við að ganga á okkur og stundum gangum við með okkur. Og þetta hljómar allt svolítið sérkennilega, en þegar við erum að skoða meininguna á bakvið þetta, hvert ferðalaginu heitir og hvað þetta ferðalag sem við köllum líf? Erum við að taka þátt í þessu viljandi eða erum við að hrissast áfram óviljandi? Erum við slys eða erum við skaparar? Erum við viljandi eða erum við óviljandi? Og þegar við skoðum tilganginn og hvað hann gengur út á, að þá tilgangurinn mjög einfaldur. Tilgangurinn að láta ljós sitt skína. Sumir tala að finna sína fjöl, sumir tala að skilgreina hlutverk sitt þannig að þeir hafi gleði og ánægju af því sem þeir gefa af sig og leggja fram. En tilgangurinn ávöxturinn sem við höfum upp á að bjóða. Svo hæfni sem við getum boðið upp á, það framlag sem að við höfum. Hvað það sem við leggjum á borðið? Hvað það sem við leggjum á vogarskála tilverunar? Hvaða hlutverki gegnum við? Við getum skipað þessu niður í sæti eins og ég sem föður gegni tilgangi. Ég gegni líka tilgangi sem eiginmaður og maki. Ég gegni líka tilgangi persónlega. Og minn persónlegi tilgangur að vera fordæmi. Vera fordæmi í minni eigin tilvist, í mínu lífi, fyrir mig, ekki fyrir aðra. Synir mínir geta nýtt sér það ef þeir vilja, en það ekki á mínum höndum. Og annað sem ber að geta það að tilgangurinn alltaf áhengjulaus. Ef ég með áhengju, ef ég með tilgang eða sinna hlutverki annarra vegna til að öðlast viðurkenningu eða til þess að líða nægilega vel með sjálfum sér til að þola við í eigin návist, að þá ég ekki lengur á tilgangi, heldur ég komið með hlutverk eða markmið sem að eru tilgreind til akkurat þess að ná árangri. Nú ég ekki að mæla á móti árangri, heldur ég að segja að tilgangurinn ástæðan fyrir árangrinum. Tilgangurinn af hverju geri ég það sem ég geri, af hverju ég eins og ég Og menn segja oft við mig að þeir viti ekki hver tilgangurinn þeirra sé. Og ég fljótur að svara því að það sé ekki rétt. Af því að hlutverkin sem við gegnum opinberun á tilganginum sem við gegnum. Ef við horfum í kringum okkur og fyrir að gæta að því hvaða hlutverkum við erum að gegna, erum við fórnarlömb, erum við skaparar, erum við leiðandi, eða erum við leiðtogar, erum við stjórnendur. Hvað það? Hvert háttalag okkar, hvernig hegðun okkar? Og það alveg skýrt að hegðun okkar opinberar okkar viðhorf til okkar sjálfra og líka tilgangi, hvort við erum að ganga frá okkur eða hvort við erum að ganga til okkar. Þegar við erum tilbúin til þess að skilgreina tilgangin eða gefa yfirlýsingu, það að segja að skrifa niður eða útlista eða útskýra tilgangin, að þá komin kjölfesta
og stefni. Og þá getur maður miðað og borið saman allt sem maður gerir við þennan tilgang. Að því alvöru tilgangur er samansettur af gildum og dygðum og þeirri birtingu sem á sér stað. Og það er líka allt í lagi að geta þess að það er neikvæður tilgangur og það er jákvæður tilgangur. Afbrotamaður getur verið með tilgang sem er neikvæður á meðan að manneskjan sem lifir í heilindum, heiðarleika og örlæti er með allt annan tilgang heldur en afbrotamaður sem er að berjast fyrir sinni tilvist og vinnur út frá ótta og skorti. Þannig að tilgangurinn er gríðarlega magna fyrirbrigði og þegar maður er tilbúin til þess að, eins og ég sagði, lýsa honum yfir og staðfesta hann, setja hann í þannig umgjörð að maður noti tilganginn sem faratækið, það er að segja sem áminninguna það út af hvað við göngum og af hverju við erum að gera það sem við gerum. Hvaða tilgangi gegnum við ef við spyrjum okkur? Hvernig er ég sem föður? Hvernig er ég sem maki? Hvernig er ég sem starfskraftur? Hvaða hlutverkum gegn ég á þeim vettvöngum þar sem ég er? Hvert er mitt framlag? Merkilega spurningar og gaman að velta því fyrir sér. Áðan sagði ég að þegar ég spurður þetta með tilganginn að þá svaraði ég ekki að staðreyndin er sú að það vita allir hver sinn tilgangur er. En það er ekki fyrir við erum tilbúin til að taka fulla ábyrgð á okkar birtingu að skilgreina sem að tilgangurinn verður í sjálfur sér sannur. Það er ekki fyrir að við skiljum að við berum ábyrgð á gjörðum okkar og á hlutverkum okkar. Að við erum valfærar verur, við erum skaparar, viljandi eða viljandi. Það er ekki fyrir við erum tilbúin til að vera ábyrg gagnvart tilgangi sem að tilgangurinn verður einhvers virði og að hann skilgreinir okkar tilvist og birtingu. Hugsum þetta, vakna til vitundar, skilja að athygli er ljós og orka. Að verða fullkomlega valfær, valdhafi í eigin tilvist og skilja að hver einasti andardráttur, hver einasta hugsun, hver einasta gjörð hefur vægi og að stýra þessu síðan í farveg sem við kallum tilgang. Þar sem við skiljum að afleiðingarnar af gjörðum okkar og tilvist eru miklar. En munur á því að vera ljósberi og myrkrahöfðingi. Það munur á því að vera með opið hjarta og göfugt tilefni eða vera í ótta og vanmætti. Hugsiði vel tilganginn. Hvert er ykkar hlutverk? Hvað er það sem að þið komið með að borðinu? Hvaða ávexti gefið þið? Og ég minn okkur á að vilji er verknaður.